komin að 11. kapítula í Opinberunarbókinni og reyndar fórum við yfir 10. kaflan í síðasta erindi en ég ákvað að fara yfir það betur í dag, svo þetta heitir 10. og 11. kafli núna. Svo að, já, Opinberunarbókin galopin bók. Ég bara ítreka þetta aftur og aftur, þetta ekki erfið bók að skilja, og kannski var það einu sinni. Nú vitum við bara miklu meira út frá Biblíunni sjálfri hvað Opinberunarbókin að reyna að segja fólki sem lifir á þessu síðustu og verstu tímum mannkynsins. Svo að ég vil minna á að það til lengsti spádómur, tímaspádómur í Biblíunni, lengri en allir aðrir spádómar, og þó eru þeir margir. Hann nær yfir 2300 ár. Árið 457 fyrir Krist urðu Ísraelsmenn frjálsir að halda heim til Jerúsalem eftir 70 ára útlegð í Babýlon. Og þá var það að keisari Persaveldis, hann gaf þeim frelsi til að fara að öllu gyðingum sem 70 árum áður höfðu verið herteknir og fluttir nauðugir til Persaveldis, og sagði nú farið þið aftur heim og byggið upp musterið og borgarmúrana í Jerúsalem, þið eru frjálsir. Guð sagði Daníel að Ísraelsmenn fengju 490 ár til að sanna sig sem lífur. Ekki með þessum orðum, eins og ég orðaði þarna, en ég ætla að sýna ykkur fram á hvernig þessi 490 ár komið til sögunar. Þetta einn merkilegasti spádómur Biblíunnar og reyndar sem að finna í Daníels bók í 9. kafla, og við höfum aðeins að rifja það upp. En áður við komum að sjálfum spádóminum, að þá þurfum við að gera okkur grein fyrir því að þegar að tímaspádómar eru gefnir í Biblíunni, það sem að segir svo og svo margir dagar, þá getur það þýtt svo og svo mörg ár. Eins og til dæmis í 4. Mósebók í 14. kafla, frá 32. versi, þá segir drottinn: sjálfir skulu þér dauðir hníga í þessari eyðimörk, og synir yðar skulu fara með hjarður eyðimörkina í 40 ár, og gjalda fráhvarfs yðar, uns þér allir liggi dauðir í eyðimörkinni. Þetta var vegna uppreisna þeirra og vantrúar í eyðimörkinni, að Guð myndi leiða þá farsællega til fyrirheitna landsins. Og svo segir í versi 34, eins og þér voru 40 dagar að kanna landi, þar segir þegar að Móses sendi 12 njósnara inn í fyrirheitna landi, til að sjá hvernig ætti að haga innrásinni þegar það kæmi. Þá segir, eins og þér voru 40 daga að kanna landi, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, 1 ár fyrir hver dag, að fá að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér. Ég, drottinn, hefur sagt: sannarlega mun ég svo gjöra við allan þennan líf sem gjört hefur samblástur móti mér. Í þessari eyðimörk skulu þér farast og þar skulu þeir deyja. Þeir áttu að horfast í augu við afleiðingar uppreisnar gegn Guði. Það alvarlegt að fara ekki að ráði Guðs, en við höfum frelsi til að velja og hafna. Þegar við komum yfir í Daníels bók í 9. kafla, þar þurfum við að leita að hvað áttu við með þessum tímaspádómum til dæmis. Til dæmis þegar að Guð gaf, og það tekið sérstaklega fram í spádómsbók Jeremía, að áður að þeir voru teknir í ánauð til Persaveldis, að þeir myndu verða 70 ár í útlegð. En svo þegar við lesum Daníel 9. kafla, þá segir í 24. versi og þar áfram, 77 sem eru 490 ár, eru ákveðnar líð þínum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpinn til fulls og fylla mæli syndana. Hvaða glæp? Hugsum krossfestinguna og Golgata. En það segir áfram, og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti, til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið háheilaga, verða víkja að helgidóminum. Í 5. versi segir: vit því og hygg að frá því orðið endurreisn Jerúsalem gekk út, þá var fyrirskipun keisarans í Persaveldi, að
nú mættu Ísraelsmenn fara heim og endurbyggja musterið og Jerúsalem og allt landi. Svo hann segir, frá því orðið endurreisn í Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja, það Kristur, eru sjöundir, saman sem 49 ár, miðað við að 1 dagur í hverju sjöundi vika. Og þess vegna ein sjöund 7 dagar. En þetta eru sjöundir, saman sem 49 ár. Og svo segir í 62 sjöundir, 62 vikur, og í þessum tíma takmörkunum þarna hver dagur fyrir 1 ár. Alveg eins og 40 dagarnir sem að njósnararnir fengu til að njósna fyrir eigna landið og komu svo heim flestir þeirra með mjög neikvæða skýrslu. Þetta væri óvinnandi land og bara Kaleb og Jósúa sem að töldu við getum unnið landið. Hinir sem voru blandnir, þeir sá bara risa og óvinnandi vígi. Jæja. En eins og þeir voru 40 daga að njósna, þá áttu þeir að fá að líða fyrir það í eyðimörkinni. Í 40 ár. Fyrir óþekkt þeirra, óhlýðni, uppreisn gegn Guði. Svo segir að til hins smurða höfðingja eru 77 frá því að þessar vikur byrja. Og í sjöundir, takið eftir, það eru fyrstu 7 vikurnar af þessum 70 vikum, að það eru 49 ár, miðað við 1 dagur fyrir hvert ár. Og þegar við bætum við, sem sagt, 7 sjöundirnar, fyrstu 49 árin, 62 sjöundir, að 434 ár, skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatímar séu. Þetta var ekki auðvelt fyrir Íslandsmenn að koma aftur heim. Það vildu ekki einu sinni allir í ánum fara aftur heim. Margir urðu eftir í Persaveldi. En þeir sem fóru heim, það var setið þá, það var umsátur og það var reynt að drepa þá og draga úr þeim kjarkinn. En á þessu tíma endurreistu þeir múra Jerúsalem og endurreistu musterið sem hafði legið í rúst all þessi ár. Og takið nú eftir, þegar hér komið, að þá erum við búin að skilja hvað sá tími langur, þessar sjöundir og 62 sjöundir. Það bara 1 vika eftir að 490 árum. Ef ykkur finnst þetta torskilið, þetta var þannig fyrir mér í byrjun. En þegar við gefum okkur tíma að skoða og þessa spádóma og tímasetningar og hvað dagur þýðir í spádómum, að þá opnast víddirnar og skilningur fyrir okkur. En við höldum áfram. Það segir svo í 26. versi, og eftir þær 62 sjöundir, það eftir 62 vikur, auk hinna fyrstu 7 viknana. Það eru konar 69 vikur af þessu 70 vikum. Og það átti að vera 70 sinni 7. Með öðrum orðum 490 dagar. Að þá mun hins smurði afmáðu verða. Hver þessi smurði? Kristur þýðir hins smurði. Svo að hann mundi verða afmáður hvað menn snerti. Þeir tók hann af lífi í miðri síðustu vikunni af þessum, eða miðjum síðustu 7 árunum af þessum 490 árum. Þá myndi frelsarinn verða krossfestur. Daniel sá þetta fyrir árhundruðum áður en það gerðist. Og svo segir í versi 27. versi að hann mun gera fasta sáttmála hins smurði, gera sáttmála við marga eina sjöund. Þessi síðasta vika, síðustu 7 árin, það að segja fyrstu 3,5 ári sem hann var á jörðu til að boða og predika á meðal okkar mannana. En þá eftir seinni hlutina þessari síðustu viku, önnur 3,5 ár. Og bara til að gera lengri sögu styttri, þá vil ég geta þess að nákvæmlega 3,5 ári eftir að Kristur krossfestur,
að þá Stefán, píslavottur, tekinn af lífi, grýttur fyrir trú sína af gyðingum. Og þar með voru 490 árin á enda, þessi náðartíma eins og ég kýs að kalla það, sem Guð gaf Ísraels þjóðinni til að vera útvalið þjóð hans og málpípa á meðal þjóðanna. Því að boðskapurinn kærleiksríkan Guð átti að vera fyrir alla. Og þegar að hér komið, og við skulum bara halda hérna áfram,